Komiði sæl. Velkomin á stutta kynningu Erasmus+ náms- og þjálfunarverkefni á sviði starfsmenntunar. Markmiðið með þessu myndbandi er að kynna verkefnaflokkinn nám og þjálfun á sviði starfsmenntunar fyrir þá sem undirbúa umsókn í þennan verkefnaflokk. Einnig aðeins að kynna nýtt umsóknarkerfi sem núna er að fullu rafrænt. Við viljum byrja á því að hvetja ykkur til að skoða líka Erasmus+ handbókina en hún er á heimasíðu Erasmus+. Þar er að finna upplýsingar þær reglur sem gilda fyrir hvern verkefnaflokk. Í handbókinni eru upplýsingar náms- og þjálfunarverkefni í starfsmenntun á 2 stöðum, annars vegar í B-hlutanum og hins vegar í viðhengi Annex 1. Handbókina finnið þið á heimasíðu Erasmus+. Umsóknarfrestur í byrjun febrúar ár hvert, en árið 2019 er hann 5. febrúar. Athugið að frestun rennur út fyrir hádegi að íslenskum tíma eða klukkan 11. Við ráðleggjum ykkur eindregið að vera tilbúin með umsóknina í síðasta lagi daginn áður en fresturinn rennur út því álagið á umsóknarkerfið getur verið verulegt, ekki síst núna þar sem umsóknarkerfið er nýtt. Landsskrifstofu er heimilt að auglýsa annan umsóknarfrest að hausti, það hefur aðeins verið gert einu sinni og því ekki ráðlegt að reikna með þeim möguleika. Í starfsmenntun hafa 2 hópar tækifæri, það eru nemendur og starfsfólk, starfsmenntaskóla, stofnana og fyrirtæki. Þegar við segjum nemendur, þá er átt við nemendur starfsmenntaskóla og nema á samningi. Einnig geta nýútskrifaðir nemendur nýtt tækifæri í 1 ár eftir útskrift. Er að ræða starfsnám við starfsmenntaskóla eða við fyrirtæki og dvalartími nema frá 2 vikum og upp í heilt ár að ferðadögum frátöldum. Athugið að starfsþjálfun nemenda nú skipt í 2 flokka miðað við dvalarlengd, það þá sem dvelja skemur en 3 mánuði og þá sem dvelja 3 mánuði lengur. Þegar dvalið lengur en 3 mánuði rík krafa starfsþjálfun. Venjulega hún í fyrirtækjum en hún getur líka farið fram innan skóla og stofnana. Mögulegt að sækja styrk fyrir kennara eða starfsfólk til þess að fara og undirbúa lengri dvöl nemenda. Styrkurinn fyrir 1 starfsmann og aðeins 1 ferð til sama móttökuaðila leyfileg. Hinn hópurinn eru starfsfólk starfsmenntastofnana og fyrirtækja. Þar 2 konar ferðir að ræða, annars vegar gestakennslu kennara og starfsmanna í skólum, fyrirtækjum eða starfsmenntastofnunum í öðru landi, en einnig geta starfsmenntaskólar sótt styrk fyrir gestakennslu sérfræðinga frá fyrirtækjum frá öðru landi. Takið eftir að þeir þurfa að koma frá fyrirtækjum. Síðan starfsþjálfun, starfsspeglun eða skipulagðar heimsóknir starfsfólks skóla og starfsmenntastofnana. Dvalartími starfsfólks 2 dagar og allt að 2 mánuðum að ferðadögum frátöldum. Þar sem umsóknarformin á ensku, þá vil ég aðeins sýna ykkur ensk heiti fyrir þá starfsþjálfun sem í boði Fyrst það starfsþjálfun nemenda og nema, sem 2 vikur og upp í 3 mánuði, en það sá flokkur kallaður Mobility og Vet Learners. Þegar að ræða lengri dvöl eða starfsþjálfun nemenda sem 3 til 12 mánuðir, þá heitir flokkurinn Erasmus Pro, Mobility og Vet Learners. Undirbúningsferðir vegna lengri dvalar nemenda heita Advanced Planning Visits Erasmus Pro. Fyrir starfsmenn starfsþjálfun og starfsspeglun starfsfólks kölluð Staff Training Abroad og gestakennslan Teaching Training Learning Assignments. Það lögð afskaplega mikil áhersla á gæði í þessum verkefnum, ekki síst gæði nemendaverkefna, en við hvað átt þegar við tölum gæði? Jú, við erum að tala góðan undirbúning þátttakenda, faglegan, tungumála og menningarundirbúning. En þeir nemendur sem dvelja 19 daga lengur skulu taka tungumálakönnun í upphafi og við lok dvalar. Ef þörf á og tiltekinni lágmarksseinkun ekki náð í upphafi, fá þeir aðgang að rafrænu námskeiði. Síðan við að tala góða framkvæmd og góða samvinnu samstarfsaðila, það sendanda og móttakanda. En þeir skulu hafa undirbúið dvölina vel og gert með sér formlegt samkomulag þjálfunina. Þar sem skýrt hvað nemandinn skal læra á meðan á dvölinni stendur, hvað hann skal kunna að dvöl lokinni og síðan vera sammála fyrirkomulag á mati.
En hluti af samkomulagi þjálfun eru gæðaviðmið þar sem skýrð eru hlutverk og skyldur allra aðila verkefnisins, það sendanda, móttakanda og þátttakanda. ECVET skammstöfun fyrir Evrópska einingakerfið fyrir starfsmenntun. En hluti af ECVET eru verkfæri til þess að efla samstarf og gæði starfsþjálfunar. Við erum að tala stuðning og eftirfylgni meðan á dvöl stendur og mat og viðurkenning hluti af námi þátttakanda vegna þess að það nauðsynlegt að staðfesta þessa dvöl sem hér ræðir sem hluta af námi þeirra. Það stuðningsefni í þessu sambandi að finna í Erasmus Plus handbókinni í Annex 1. Kaflaheitið Mobility Project for Vet Learners and Staff. Skoðið einnig gæðaviðmið náms- og þjálfunarferða nema í Erasmus Plus en þessi viðmið finniði meðal annars á heimasíðu Erasmus Plus undir nytsöm skjöl og tenglar. Það eru notuð aðeins önnur viðmið þegar metin eru gæði þjálfunarferða starfsfólks. En markmið ferðar dvalar skulu falla að stefnumótun og áherslum stofnunar sem sendir og styðja við stefnumótun skólans evrópskt samstarf eða European Development Plan. Niðurstöður skulu vera vel kynntar og nýttar innan stofnunarinnar og skólans og þjálfunin skal vera eðlilegur hluti af starfsþróun starfsmanna. Hún skal líka vera viðurkennd eða staðfest með einhvern veginn með formlegum hætti. En hverjir geta sótt styrk í þennan verkefnaflokk? Jú, það eru einungis lögaðilar, en það eru starfsmenntastofnanir, það eru skólar og fyrirtæki sem sinna skipulagningu starfsmenntunar og einstaklingar geta ekki sótt beint styrki til landsskrifstofu. Hver aðili getur aðeins sent inn eina umsókn á sviði náms og þjálfunar í starfsmenntun á hverjum umsóknarfresti. Ferðir fyrir nemendur og starfsfólk, þeir skulu vera í sömu umsókn. Svo langar mig að benda ykkur sérstaklega á möguleika sem að fáir á Íslandi hafa notað sér, en það þannig að stofnanir geta sótt saman náms- og þjálfunarstyrki fyrir marga smærri, til dæmis starfsmenntaskóla, stofnanir eða fyrirtæki í sama landi í svokölluðu samstarfsneti eða konsortía. Það virkar þannig að umsækjandinn þarf í því tilfelli ekki að vera starfsmenntastofnun en stofnanirnar sem senda þátttakendur erlendis þurfa að sinna starfsmenntun. Hver starfsmenntastofnun, skóli eða fyrirtæki á sviði starfsmenntunar getur á sama tíma tekið þátt í meira en einu samstarfsneti. Þetta fyrirkomulag sem gæti komið sér vel fyrir smærri skóla sem gætu tekið sér saman og sótt í einni umsókn. Þeir sem hugsanlega hafa áhuga fyrir að kynna sér þennan möguleika betur eru vinsamlegast beðnir að hafa samband við landsskrifstofu og spyrja nánar út í þetta fyrirkomulag. Hér eru nokkur atriði sem þið þurfið að vita verkefnaflokkinn. Fyrst gildistíman, en gildistími verkefna frá 1 upp í 2 ár. Og lágmarksfjöldi samstarfsaðila eru 2 frá 2 löndum. Og samstarfsaðilar skulu vera kynntir í umsókn eins og hægt Það ekki nauðsynlegt að kynna alla samstarfsaðila en mjög gott að kynna og skrá þá sem þið eruð örugglega með í samstarfi. Samstarfsyfirlýsing aðeins nauðsynleg með verkefnu samstarfsneta en þá þurfa samstarfsaðilarnir sem eru innlendir að hafa gert með sér samning og sá samningu þarf að fylgja umsókninni. Sé styrkbeiðnin hærri en 60.000 evrur skulu þeir sem ekki eru opinberir aðilar skila skjölum eða fjárhagsuppgjöri sem sýna fram á fjárhagslegt bolmagn stofnunarinnar til þess að framkvæma verkefnin. Styrkirnir í þessum verkefnaflokki eru veittir í einingum og miða almennt ekki við raunkostnað. Skoðum fyrst ferðastyrk eða travel, en veittir eru styrkir fyrir ferðalögum og miða styrkupphæðin við fjarlægð til áfangastaðar. Notuðu reiknivél til að ákveða fjarlægðina og miðast hún við loftlínu. Í þeim tilfellum sem ferðakostnaður mjög mikill, það að styrkupphæðin sem reiknast miðað við fjarlægð dekkar sannanlega minna en 70% raunkostnaðar hægt að sækja viðbótarstyrk fyrir allt að 80% af raunkostnaði. Þennan styrk verður að tilgreina í umsókn og hann fellur undir flokk sem heitir Exceptional Costs. Einstaklingsstyrkir eða Individual Support eru misháir
og þeir miðast við uppáhaldskostnað í dvalarlandinu og lengd dvalar. Umsýslustyrkur eða Organizational Support er veittur sem föst styrkupphæð upp á 350 evrur fyrir hvern þátttakanda og er hann hugsaður til að standa straum af undirbúningi, þátttöku og eftirfylgni verkefnanna. Vegna fatlaðra einstaklinga er mögulegt að sækja styrk vegna viðbótarkostnaðar ferðarinnar sem hlýst af fötlun viðkomandi. Hér er að ræða raunkostnað og athugið það þarf að sækja þennan styrk og ekki er hægt að óska eftir honum eftir á. Einnig er hægt að sækja styrk fyrir fylgdarmenn fyrir viðkomandi einstakling eins og þörf krefur. Við hvetjum ykkur eindregið til þess að huga vel að þessu möguleika og veita þannig öllum tækifæri til þátttöku. Allar umsóknir eru metnar miðað við samevrópskt kerfi. Verkefni geta fengið allt að 100 stigum og er matinu skipt upp í 3 flokka. Lágmarkseinkunn verkefna eru 60 stig og einnig þurfa verkefni að fá að minnsta kosti helming hámarksfjölda stiga í hverjum flokki. Í Erasmus Plus handbókinni er þetta útskýrt en gott er að þekkja þessi viðmið þegar unnið er að umsókn. Hér sjáum við þessa 3 flokka sem er að ræða. Það tenging verkefnis við stefnumið og áherslur ESB geta hámarki gefið 30 punkta. Gæði verkefnis, skipulag og framkvæmd geta gefið 40 punkta og áhrif og dreifing niðurstaðna geta gefið 30 punkta. Við hvetjum ykkur til að skoða þessi atriði eins og þau eru útskýrð í Erasmus Plus handbókinni. Núna ætlum við aðeins að skipta gír og skoða aðeins umsóknarkerfið. En núna árið 2019 er verið að taka í notkun nýtt rafrænt umsóknarkerfi. Ég mun ekki fara nákvæmlega yfir umsóknareyðublaðið í heild sinni hér. Við sérstaklega benda á nokkur tæknileg atriði en einnig viljum við bara leggja áherslu á ítarlega leiðbeiningar sem eru formin á heimasíðunni. Þið nálgist umsóknareyðublöðin á heimasíðu Erasmus Plus. Í kaflanum nám og þjálfun á sviði starfsmenntunar. Við sjáum hér grænu línunni, hér er smellt til þess að sækja og komast að umsóknareyðublaðinu. En til að komast þangað þá þurfið þið svokallað EU-logging aðgang. Og þetta er sami aðgangur og notaður er í Mobility Tool. Þeir sem eru að sækja í fyrsta sinn þurfa að fá slíkan aðgang. Svona opnast kerfið. Þið þurfið að velja hérna undir Opportunities og síðan þennan flokk sem er starfsmenntun eða Vocational Education and Training. Hér sjáum þið að það birtast 3 verkefnaflokkar og eyðublöð fyrir 3 verkefnaflokka. Langflestir eru að sækja hér, núna velja þessi eyðublöð. Það er Vet Learner and Staff Mobility, svokölluð KA 102 verkefni. Bara að leggja áherslu á það að fyrir nám og þjálfun er þetta langalgengasta umsóknareyðublaðið. Aðeins þeir sem hafa vottun velja þetta blað hér, KA 116. Það eru örfáir aðilar og þeir þekkja það númer. Hér er síðan umsóknareyðublöðin fyrir samstarfsverkefnin. Þannig að passiði bara að velja rétt form. Hér sjáum þið uppbyggingu umsóknarinnar og kaflaskiptingu. Við sjáum að umsóknin skiptist í Content, Participating Organizations, European Development Plan, Project Management, Activities, Participants, Special Costs, Follow-up, Budget Summary og Project Summary. Síðan eru annexes og checklists. Þið takið eftir að hér eru svona græn hög, grænir kassar við hvern kafla og það þýðir það að það er búið að skrá og gera eitthvað eða skrá lágmarks upplýsingar í hvern kafla. Það er ekki þar með sagt að þið sé búið að full vinna til dæmis texta því það getur kerfið ekki vitað en það er búið að fara inn í og skrá í alla þá reiti sem nauðsynlegt er að skrá inn í. Sjáum hérna eru rauðmerkt með hættumerki og það þýðir það þá eftir að setja inn hér til dæmis annexes og eftir að fara inn í kaflanum checklista. Ég vil hér aðeins minnast á eitt lið sem að þið finnið undir annexes en það er Declaration of Conflict sem að forstöðumenn stofnana þurfa að skrifa undir. Þið þurfið að prenta út þessa declaration, fá undirskrift, skanna það og tengja hana aftur við umsóknina.
Bendi ykkur á hér eru líka guidelines, það eru leiðbeiningar kerfið sem getið alltaf nálgast hérna inni í umsóknarkerfinu. Þegar þið eruð að vinna í kerfinu þá vistar kerfið sjálft reglulega. Við sjáum hér með þessar hérna er svona grænn borði, þar sjáum við hvenær þessi umsókn var síðust vistuð og hver það var sem vistaði hana. Sjáum hér að þið getið alltaf skoðað umsóknina ykkar í PDF formi. Þið kallið þið á PDF-skjal, skoðið það eða prentið það út. Submit takkin er hér og þið sendið auðvitað umsóknina bara þegar allt er tilbúið. Kíkjum aðeins inn í umsóknina sjálfa. En svona er viðmótið. Og þetta er fyrsta síðan. Þið síðan alltaf skrifið bara inn í nafnið á hérna undir Project Title, nafn á verkefni, Project Title in English, skrifið í hér, hérna skráið hvenær verkefnið hefst og hversu langt það á að vera. Og hér sækið þið síðan og merkið við þá landsskrifstofu sem við á. Við bara leggja áherslu á og það er afar mikilvægt að velja rétta landsskrifstofu. Íslenska landsskrifstofan er IS01 sem að þið finnið á fellilista hér. Annað atriði sem ég vil benda ykkur á þessari síðu er hérna tungumálið sem umsóknin er skrifuð á. Þó svo að formið sé á ensku þá megið þið skrifa umsóknina á íslensku og þá veljið þið hér á fellilistinum Icelandic sem tungumál þessarar umsóknar. Og hér ætlum við aðeins að kíkja á yfirlit yfir þær ferðir sem verið er að sækja Við tökum eftir þessi kafli heitir List of Activities og þá eru þið áður búin að fylla inn nákvæmlega hvað þið ætlið að sækja Við sjáum hér Mobility og Vet Learners. Hér er meiningin að sækja fyrir 5 þátttakendur. Og takið eftir að núna er dvölin skilgreind sem meðaltalsdvöl eða Average Duration per Participant. Og í þessu tilfelli hefur verið bætt við einum fylgdarmanni og síðan reiknar kerfið út sjálft styrkupphæðina hérna. Hérna sjáum þið sem sagt yfirlit yfir þá flokka og yfir það sem þið hafa verið að sækja og skilgreint framar í umsókninni. Hérna rétt fyrir neðan kemur síðan Organizational Support en það er umsýslustyrkurinn og hann miðast við fjölda þeirra þáttakanda sem þið eruð að sækjum. Við sjáum að hér er heildarfjöldin 12 einstaklingar en síðan reiknar hann bara 10 og hversu skyldi það vera? Jú, það er vegna þess að í þessari umsókn þá höfðum við reiknað með einum fylgdarmanni hérna og það er ekki veittur umsýslustyrkur fyrir fylgdarmenn og síðan er ekki heldur veittur umsýslustyrkur fyrir þennan flokk hér sem er Advanced Planning Visits. Það er fyrir ferðir starfsfólk til þess að undirbúa lengri dvöl nemenda. Hér sjáum við svo hvernig það birtist, fjárhagsáætlunin birtist, það er Budget Summary. Við sjáum hér heildartölur sem er búið að sækja fyrir ferðir, fyrir travel, exceptional cost, fyrir individual support og svo framvegis fyrir hvern hluta hérna. Og síðan sjáum við aðeins öðruvísi uppstillingu, það er sem sagt hversu mikið er sótt og verið sótt fyrir hverja tegund ferðar. Því hér er Mobility og Vet Learners, hér er Erasmus Pro eða lengri dvölin, hér er Advanced Planning Visits eða það sem er til að undirbúa lengri dvöl, gestakenslan hér og starfsþjálfun starfsfólks og kennara hér undir Staff Training Abroad. Og rétt aðeins til að minna á Linguistic Support, ég sagði ykkur frá framar að þeir nemendur sem dvelja 19 daga eða lengur, þeir þurfa að taka tungumálakönnun og geta fengið aðgang að námskeiðum og þess vegna er mikilvægt að þið sem umsækjendur skráið inn fjölda þeirra þáttakenda sem eru lengur en 19 daga. Hér að framan var umsóknarkerfið aðeins kynnt mjög lauslega. En kerfið er alls ekki flókið og það er verulega aðgengilegt og gott að vinna með það og þið þurfið í raun og veru að bara hefjast handa, byrja að nota það og ef að þið hafið spurningar þá skulið endilega hafa samband við okkur. En ég minni á leiðbeiningarnar sem eru á kerfinu. Hér var umsóknarkerfið aðeins kynnt lauslega. Það er ekki flókið og alls ekki erfitt að vinna með það. Og ég minni á leiðbeiningar sem þið finnið á síðunum
til að hjálpa ykkur og svo skulið endilega hafa samband við okkur í landsskrifstofunni ef þið þurfið. Þið sjáið hér tölvupóstfangið mitt sem að starfa við starfsmenntunina og síðan allar upplýsingar á erasmusplus.is. Gangi ykkur vel.